17 ára piltur sem réðst með hnífi að 3 ungmennum á menningarnótt í fyrra var í dag dæmdur til 8 ára fangelsisvistar fyrir manndráp og 2 tilraunir til manndráps. Þetta er þyngsti dómur sem barn hefur hlotið. Brotin sem framin voru í umfangsmiklum njósnaaðgerðum haustið 2012 eru fyrnd, segir ríkissaksóknari sem hefur því ekki hafið rannsókn. Lögreglustjóri hefur sett af stað athugun á aukastörfum lögreglumanna. 16 ára piltur hefur verið handtekinn vegna skotárásar í Uppsölum í Svíþjóð í gær. 3 voru drepnir, allir á aldrinum 15 til 20 ára. Dómsmálaráðherra landsins vill heimila lögreglu að hlera börn undir 15 ára aldri. Gervigreind ógnar mannréttindum í heiminum og fátækt og ójöfnuður hefur aukist. Mannréttindasamtökin Amnesty International greina aukið bakslag í mannréttindum frá endurkomu Trump í embætti. Gagnvirkur skjávarpi hefur slegið í gegn á hjúkrunarheimili á Blönduósi. Það er nýjasta tækni nýtt til hins ítrasta við dagleg störf. Komið þið sæl. 17 ára piltur var dæmdur í 8 ára fangelsi fyrir manndráp og tilraunir til manndráps á menningarnótt í Reykjavík í fyrra. Þetta er þyngsti dómur sem barn getur fengið. Hann var 16 ára þegar árásin var framin. Dómurinn var kveðinn upp í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Pilturinn sem þá var 16 ára réðst á 5 ungmenni sem sátu í bíl, braut hliðarrúðu og stakk ítrekað pilt sem þar sat með hnífi. Því næst réðst pilturinn að stúlku í aftursæti bílsins og stakk hana ítrekað, en sú stúlka var fyrrverandi kærasta hans. Bryndís Klara Birgisdóttir reyndi að stöðva árásina, en þá sneri hann sér að henni og stakk þannig að hnífurinn náði í gegnum hjartað. Hún lést viku síðar. Pilturinn hafði aldrei áður hitt Bryndísi Klöru. Þinghald í málinu var lokað vegna ungs aldurs brotaþola og hins ákærða. Samkvæmt dóminum var pilturinn ekki undir áhrifum áfengis eða vímuefna þegar árásin var framin. Dómkvaddir matsmenn mátu hann sakhæfan. Hann játaði verknaðinn en ekki ásetning. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að ekkert réttlætti háttsemi hans og alvarleg og tilefnislaus brot væri að ræða. Hann ætti sér engar málsbætur aðrar en þær að hann játaði fyrir dómi. Hann var dæmdur til 8 ára fangelsisvistar þar sem óheimilt er samkvæmt lögum að dæma yngri en 18 ára til lengri refsingar en það. Munið þið áfrýja þessum dómi? Það verður bara að skoða. Er þetta svo niðurstaða sem að þið hefðu kannski vonast eftir eða hefðu þið viljað sjá vægari refsingu? Það var allan að krafa ákærða að það er ekki dæmt hámarksrefsing, en þetta er niðurstaðan, við þurfum bara að fara yfir hana. Pilturinn er vistaður í úrræði á vegum barnaverndar. Þá var hann dæmdur til að greiða foreldrum Bryndísar Klöru samtals 7 milljónir króna í miskabætur, piltinum og stúlkunni sem hann stakk 2,5 milljón hvoru sig og 2 ungmennum sem voru í bifreiðinni en sluppu án líkamlegra áverka 0,5 milljón hvoru. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu lítur aðkomu lögreglumanns sem tók að sér njósnir fyrir Björgólf Thor Björgólfsson alvarlegum augum. Þetta kemur fram í yfirlýsingum, fjalla var málið í Kveik í gær. Í yfirlýsingunni segir að þegar lögreglustjóra var kunnugt efni þáttarins fyrir helgi, hefði málið strax verið sent til meðferðar hjá embætti ríkissaksóknara. Í beinu framhaldi var lögreglumaðurinn sendur í leyfi á meðan rannsókn stendur yfir. Embættið hefur jafnframt sett af stað athugun á aukastörfum lögreglumanna sem mega nú taka að sér önnur störf ef þeir fá sérstaka heimild fyrir því frá stjórnendum. Í yfirlýsingu segir að skýrar kröfur séu gerðar til lögreglumanna og verði misbrestur þar á sé tekið á þeim málum af festu. Sunna Karen Sigurþórsdóttir, þú hefur verið að fylgja þessu máli eftir, hver hafa viðbrögðin verið? Mér heyrist flestum bara vera mjög brugðið. Bæði héraðssaksóknari og ríkislögreglustjóri hafa sagt að þetta sé mikið áfall fyrir lögregluna og lögreglumenn sem við höfum rætt við bæði í gær og í dag segja í raun mikið uppnám ríkja. Þetta sé ekki bara högg út á við, heldur líka inn á við því oft á tíðum var þarna nána samstarfsmenn að ræða til ára eða jafnvel áratuga. Við höfum hins vegar ekki náð tali af þeim sem komið að þessum aðgerðum með einum eða öðrum hætti þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir. En hvað með ríkissaksóknara?
Ríkissaksóknari sendi okkur skriflegt svar núna síðdegis þar sem að segir að 2 erindi hafi borist, annars vegar frá héraðssaksóknara og hins vegar lögreglustjórunum á höfuðborgarsvæðinu. Þau varði þá meint brot í opinberu starfi eða brot á persónuvernd eða vinnslu persónuupplýsinga. Slík brot varða alltaf 3 ára fangelsi en á sama tíma þá fyrnast þau á 5 árum. Ríkissaksóknari hefur þar af leiðandi ekki gripið til neinna rannsóknar aðgerða. En nefnd eftirlit með störfum lögreglu, hún hefur hafið rannsókn ekki satt? Jú, hún hefur kallað eftir gögnum aðkomu 3 lögreglumanna sem ýmist voru nýhættir eða enn við störf þegar þeir tóku að sér verkið. Einn þeirra, Lúðvík Kristinsson, varstjóri í umferðardeild lögreglunar, var leystur undan vinnuskyldu í vikunni eftir að Kveikur spurðist fyrir hans mál og leitaði viðbragða frá stjórnendum lögreglunar. En við ræddum við formann nefndarinnar fyrir dag. Nú nefndin lítur málið þetta bara mjög alvarlegum augum. Nú refsiréttar hlið þess í eðlum farvegi hjá ríkissaksóknara en nefndin hefur ákveðið að kalla eftir gögnum bara strax í dag og við munum samhliða að taka málið til meðferðar nefndarinnar. Kemur það á óvart að svona gerist á Íslandi? Já, ég held að komi mér og öllum öðrum á óvart. Hvernig fer þetta fram og hvað afleiðingar geta haft fyrir viðkomandi? Sko nú skoðum við hvort að sé að ræða mögulega ámælisverða háttsemi starfsmanns og ef að niðurstaða nefndarinnar er sú þá fer það til meðferðar viðkomandi lögregluembættis þar sem að embættið tekur ákvörðun framhald málsins. En Sunna Karen, þetta klárt brot á persónuverndarlögum? Já, ég held að það sé óhætt að segja að það sem átti sér stað þarna er verið að veita fólki eftirför, það er verið að taka því myndir og myndbönd og skrásetja ferðir þess að það geti ekki samræmst íslenskum lögum. En þetta mál þetta gamalt, þetta er frá árinu 2012, þannig að þetta er á sama tíma flókið. En forstjóri persónuverndar segist aldrei hafa séð neitt í líkingu við þetta og segir að lagaramminn í persónuverndar löggjöfinni hafi aldrei nokkuð tíman verið fullnýttur. Við höfum heimildir til að leggja á sektir sem varða ákveðinni upphæð af heildarveltu eða vel rúmlega 2 milljarð króna sekt sem við getum lagt á. Þannig að það væri stórt högg að fólk myndi lendi því. Þetta er bara mjög alvarlegt og tekur svona íslenskt samfélag í dálítið svona sterkt alþjóðlegt umhverfi, má segja, sem að sér eiginlega bara í myndum. Það við höfum svo oft heyrt fólk segja að það hafi ekkert að fela. En svo þegar fólk lendir í svona miklu inngripi í friðhelgi einkalífs að þá finnur maður held ég hratt hvað maður er einhvern veginn svona, hvað er svona mikil berskjöldun við það að verða fyrir svona eftirliti. Sunna Karen, þetta mál hefur vakið mikil viðbrögð bara í samfélaginu almennt, en hafa stjórnvöld brugðist við með einum eða öðrum hætti? Já, dómsmálaráðherra gaf ekki kost á viðtali í dag en sagðist ætla að gera það á næstu dögum. Ráðherrann boðaði nýverið frumvarp sem felur í sér auknar rannsóknarheimildir lögreglu og það er spurning hvaða áhrif þetta mál mun hafa á það. En Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður, hún hafði tali af Vilhjálmi Árnasyni, þingmanni Sjálfstæðisflokksins og formanni stjórnskipunar og eftirlitsnefndar núna rétt áðan, en hann er líka fyrrverandi lögreglumaður og segir að það veki óhug hjá sér að svona laga geti gerst á Íslandi. Já, mann er náttúrulega bara brugðið að sjá þetta og sjá hvernig lögreglan blandast inn í þessi mál og traust er það mikilvægast sem að við í lögreglunni byggjum okkar störf á og þannig að þetta er bara mjög alvarlegt mál ef það er gengið á traust lögreglu. Svo er það sem við þurfum samt sem áður til ég að rannsaka þessu máli eru fleiri svona mál og hafa einhver svona starfsemi þessu tengd sem tengist inn í lögregluna gerst núna eitthvað nær okkur í tíma og við höfum nú bara séð það að það var nú bara síðast núna rétt fyrir kosningar sem að var annað svona njósnamál í gangi sem að hefði mögulega var einhver hlutaði til að hafa áhrif á kosningar hér á landi og sem að voru veittir mjög miklir fjármunir í það mál. Þannig að við þurfum að, þó þetta mál getur mögulega verið að finna, þá þurfum við samt að kafa ofan í þetta og sjá
hvort að sé eitthvað næri tíma sem að þarf þá að rannsaka og uppræta. Og þá voru til Svíþjóðar. Sænska lögreglan hefur handtekið 16 ára pilt sem grunaður að hafa skotið 3 til bana í Uppsölum í gær. Hinir látnu voru á aldrinum 15 til 20 ára. Síðdegis í gær barst lögreglu tilkynningum skotárás á hárgreiðslustofu í miðborg Uppsala. Þegar lögreglu bar að voru 3 látnir. Heimildir sænskra miðla herma að 2 þeirra hafi enn verið í rakarastólnum þegar árásin var gerð og að hún hafi beinst sérstaklega af þeim 3 sem var ráðinn bani. Morðinginn flúði af vettvangi, líklega á rafhlaupahjóli, þótt lögregla hafi ekki viljað staðfesta það. Hann nú í haldi lögreglu. Sænska ríkisútvarpið segir að einn hinna látnu hafi tengst máli þar sem ráðist var á frænda þekkts glæpaforingja. Skipulögð glæpastarfsemi víðtæk í Svíþjóð og gengjastríð blóðug. Lögregla telur mögulegt að árásin sé hluti af gengjaofbeldi. Men vi fortsätter att följa flera uppslag och räknar med att föra in ytterligare personer. Dómsmálaráðherra Svíþjóðar leggur til að lögregla fái heimild til að hlera börn undir 15 ára aldri. Därför att verkligheten har fört oss till en punkt där vi måste ta till kraftfulla verktyg för att kunna vända på utvecklingen. Jag brukar säga att de som idag är 15, 14, 13 år, de var 5, 4, 3 år gamla för 10 år sedan. Det är uppenbarligen att det preventiva arbetet inte har bitit. 2 eru í lífshættu eftir slys í miðborg Kaupmannahafnar síðdegis þegar aldraður maður ók óviljandi á hóp fólks. 11 manns, þar á meðal ökumaðurinn, slösuðust. Maðurinn missti stjórn á bíl sínum og ók á fólkið þar sem það sat við langborð fyrir utan bakari. Mikill viðbúnaður var á slysstað við vötnin í miðborginni nálægt brú Lovísu drottningar. Þar jafnan fjölmenni á sólríkum dögum eins og í dag. Danska ríkisútvarpið hefur eftir sjónarvottum að bílnum hafi verið ekið á töluverðum hraða á fólkið. Greina má aukið bakslag í mannréttindum í heiminum fyrstu 100 daga Trumps Bandaríkjaforseta í embætti. Gervigreind ógnar mannréttindum á meðal ríkja heims og fátækt og ójöfnuður hefur aukist, segir í nýrri skýrslu Amnesty International. Farið yfir stöðu mannréttinda í 150 löndum og bent á að alþjóðasamfélagið þurfi að takast á við aukin ójöfnuð og fátækt, loftslagsbreytingar og gerbreytt tækniumhverfi. Stjórn Trumps sögð hafa grafið undan mannréttindum og eru það nefnd Trump-áhrifin þar sem alþjóðareglur eru hundsaðar. Hans seta í forsetastóli að hafa víðtæk áhrif út allan heim. Stefna hans hefur verið kölluð valboðstefna þar sem hann herjar á mótmælendur, hann herjar á frjálsa fjölmiðla, hann herjar á minnihlutahópa, setur strangari stefnur og reglur innflytjendur, skerðir réttindi hinsegin fólks, réttindi kvenna. Anna nefnir líka refsiaðgerðir ríkisstjórnar Trumps gegn alþjóðasakamáladómstólunum, úrsögn Bandaríkjanna frá Parísarsáttmálanum og alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni. Nú, Amnesty varar við því að gervigreind sé notuð gegn almennum borgurum. Mikið af opinberri þjónustu styðst í dag við tæknina sem getur mismunað minnihlutahópum og brotið á borgaralegum réttindum. Gervigreindin líka nýtt til dæmis í andlitsgreiningar, við sjáum það. Það hefur verið að nýta þeir í andlitsgreiningar þannig að það er að greina hverjir eru það sem taka þátt í friðsamlegum mótmælum. Og ríki geta svo herjað á þessa viðkomandi aðila, tekið það fasta. Þá eru sérstaklega nefndir atburðir síðustu 12 mánaða. Ekki síst hópmorð Ísraels á Palestínubúum á Gaza og meira mannfall í Úkraínu í fyrra en árið áður vegna árásar Rússa. Landsvirkjun liggur undir grun að hafa misnotað ráðandi stöðu sína á íslenskum orkumarkaði. ESA, eftirlitsstofnun EFTA, ætlar að gera ítarlega rannsókn á mögulegum brotum. Stofnunin segir að í nóvember 2023 hafi borist kvörtun frá fyrirtækjum sem hugðu á framleiðslu á vetni og eða rafeldsneyti á Íslandi. Fyrirtækin töldu að Landsvirkjun hefði misnotað stöðu sína á orkumarkaði með því að neita að selja fyrirtækjunum raforku. Ekki kemur fram hvaða fyrirtæki þetta eru, en vitað að nokkur slík eru með áætlanir af þessu tagi. Þar á meðal alþjóðlegt fyrirtæki sem heitir QR og annað sem kallast Copenhagen International Partners. Við höfum farið yfir þá kvörtun og komumst að þessari niðurstöðu þessi rétt að hefja formulega rannsókn. Þið teljið semst ástæðu til þess að hefja rannsókn, það þýðir að það er grunur, ekki satt?
Jú. Þetta í fyrsta sinn sem ESA gerir slíka rannsókn á íslensku fyrirtæki. Árni Páll segir það ekki sýna fram á sekt að rannsókn sé hafin. Það þýðir líka að fyrirtæki sem rannsóknin beinist að, Landsvirkjun í þessu tilviki, fær tiltekin réttindi við málsmeðferðina sem framundan Landsvirkjun segir í tilkynningu að ákvörðun ESA komi á óvart. Ástæða þess að raforka hafi ekki verið seld til vetnis eða rafeldsneytisframleiðslu sé að staðan í kerfinu sé of þröng. Fyrirtækið hafi þurft að tilkynna fjölmörgum aðilum að ekki sé unnt að selja þeim orku. Landsvirkjun segist verða samstarfsfús við rannsókn málsins og telur hana ekki eiga eftir að leiða neitt óeðlilegt í ljós. Tæknin ekki tabú hjá íbúum hjúkrunarheimilisins á Blönduósi. Heimsóknir, sjúkraþjálfun, lyfjaskömmtun, íþróttir og leikir eru dæmi dagleg störf þar sem nýta má nýjustu tækni. Hér hjá HSN á Blönduósi tæknin ekki bara nýtt til þess að hífa fólk á fætur því að hana má nýta í svo ótal margt annað. Eftir að lyfjaróbot var tekin í notkun til aðstoðar við lyfjaskömmtun var ákveðið að leita frekari leiða til þess að nýta tæknina til góðra verka. Næst voru það þrekhjól með skjá sem opnuðu ýmsa möguleika fyrir íbúa. Við höfum verið að taka þátt í hjólaði vinnuna og þau taka þátt í alls konar svona átökum og þetta verður ótrúlega svona keppni þannig að þetta er náttúrulega bara frábær endurhæfing líka. Þá stendur til að innleiða fjarheimsóknarkerfi þar sem að fólk í sjálfstæðri búsetu fær senda spjaldtölvu sem nýtt við frekari samskipti og aðstoð. Það oft langar vegalengdir og við erum að nýta mikið af vinnutímanum í að keyra á milli staða en með þessu þá erum við að auka tíman sem við getum átt með skjólstæðingunum okkar. Og líka gera það verkum að við getum kannski farið í fleiri heimsóknir og þjónusta fleiri og betur. Og íbúar hjúkrunarheimilisins eru síður en svo smekir við tæknina. Eins og sást þegar Fréttastofa fékk að líta á nýjustu græjuna, gagnvirkan skjávarpa eða töfraborð eins og það kallað, sem heimilið fékk að gjöfa á dögunum. Alltaf eitthvað sem okkur tekst að sprengja. Þetta skrítið að vera með svona tæknilegt borð? Já, ég hef aldrei séð svona. Þetta ekki með þeim fyrstu sem hafa komið. Þetta alveg stórmerkilegt. Skrítið að breyta borðinu svona í skjá allt í einu bara? Já, þetta er að stytta mann stundir. Ég á eftir að segja strákunum í Lion frá þessu. Ég held ég haldi áfram með gamlu púslin mín. Já, það skemmtilega að púsla bara á borðinu venjulega. Skólahristi farið af stað í 20. skiptið. Þar keppa nemendur í grunnskólum landsins í hinum ýmsu greinum sem reyna á kraft, styrk og þol keppenda. Keppnin fer fram í íþróttahöllinni á Akureyri. Þar Daniel Óskar og það væntanlega svakaleg stemning, ekki satt? Jú, Jóhanna, það brjáluð stemming en við, Axel, erum nú bara að hanga hérna eins og Axel, þú ert búinn að vera partur á skólahristi í núna 20 ár. Hvernig að vera partur af þessu batteri? Þetta bara búið að vera mögnuð vegferð, myndi ég segja. 20. ári í ár. Skólahristi hefur alltaf staðið fyrir sínu. Gaman að sjá að þessa krakka fara í gegnum brautina, hanga, alla þessar greinar. Þetta bara æðislegt á hverju einasta ári og við gjörsamlega elskum þetta. Það svoleiðis, við ætlum að senda boltan yfir til Önnu, hún komin með Jónsa til sín. Yfir til þín, Anna. Já, takk fyrir þetta strákar. Ég með Jónsa í bílnum, hann búinn að vera vallarþulur í ansi mörg ár. Geturðu sagt mér aðeins, Jónsi, hvaða þýðingu hefur þetta bara haft fyrir íslenskt íþróttalíf ungmenna? Já, takk, góð spurning. Ég með skoðun á þessu. Ég held að skólarhristi hafi breytt leikumiskennslu í grunnskólanum vel gríðarlega mikið með tilkomi íþróttar sem ekki endilega búin til þannig að þú að vera góður í bolta. Og fyrir mann eins og mig sem ekki góður í bolta íþróttum þá hefði ég elskað þetta í gamla daga og þess vegna þetta svona hlutur sem mér afskaplega kær. Já, þú ert búin að vera í mörg ár í þessu eins og þú segir. Þetta alltaf jafn gaman? Þetta verður eiginlega skemmtilegra og skemmtilegra. Ég bara komast að því að skólarhristi uppáhalds íþróttin mín. Já, við verðum förum af stað klukkan 8 og við hvetjum ykkur til þess að fylgjast með því. Takk fyrir þetta, við missum að sjálfsögðu ekki af skólahristi. En þessu næst
Bergsteinn, hvað ætlar þú að bjóða upp á í Kastljósi í kvöld? Það eru persónunjóstir eins og framkom í Kveik í gær, þá réð fyrirtæki í eigu Björgólfs Thors menn til að stunda umfangsmikið eftirlit með fjölda einstaklinga árið 2012 og þetta hefur að vonum vakið mikla athygli meðal annars út af aðkomu lögreglumanna bæði fyrirverandi og starfandi og við ætlum að fjalla þann þátt málsins tölum við Fjölni Sæmundsson sem formaður Landssambands lögreglumanna og Margréti Valdimarsdóttur afbrotafræðing en í seinni hluta þáttar þá förum við í léttari sálma og ætlum að fylgja einni fjölskyldu eftir á fullt af menningarviðburðum. Frábært, takk fyrir þetta Bergsteinn, við missum ekki að Kastljósi að sjálfsögðu en við ætlum að líta til veðurs. Það lægð við suðvesturströndina sem heldur til austurs í kvöld og í nótt og á morgun útlit fyrir vestan og norðvestan 5 til 13 metra. Víða skýjað og dálítil væta með köflum með hita 4 til 8 stig en bjartviðri á Suðausturlandi með hita 14 stigum þegar best lætur. En við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Dregið var í 16 liða úrslit bikarkeppni kvenna í fótbolta í dag. Óhætt að segja að nýliðarnir í bestu deildinni hafi ekki verið sérlega heppnir með drátt en liðin munu mæta ríkjandi bikarmeisturum og ríkjandi Íslandsmeisturum. Eldheitur stuðningsmaður norska knattspyrnuliðsins Bodo Glimt ætlar sér ekki að missa af útileik liðsins gegn Tottenham í undanúrslitum Evrópudeildarinnar annað kvöld. Hann hins vegar flughræddur og leiðin til London því ekkert sérlega greið. Ekki missa af íþróttum hér eftir fréttir. Og við ætlum að rifja upp núna helstu atriði þessa fréttatíma. 17 ára piltur sem réðst með hnífi að 3 ungmennum á menningarnótt í fyrra var í dag dæmdur til 8 ára fangelsisvistar fyrir manndráp og 2 tilraunir til manndráps. Þetta þyngsti dómur sem barn hefur fengið. Brotin sem framin voru í umfangsmiklum njósnaaðgerðum haustið 2012 eru fyrnd, segir ríkissaksóknari sem hefur því ekki hafið rannsókn. Lögreglustjóri hefur sett af stað athugun og aukastörfum lögreglumanna. 16 ára piltur hefur verið handtekinn vegna skotárásar í Uppsölum í Svíþjóð í gær. 3 voru drepnir, allir á aldrinum 15 til 20 ára. Dómsmálaráðherra landsins vill heimila lögreglu að hlera börn undir 15 ára aldri. Gervigreind ógnar mannréttindum í heiminum og fátækt og ójöfnuður hefur aukist. Mannréttindasamtökin Amnesty International greina aukið bakslag í mannréttindum frá endurkomu Trump í embætti. Gagnvirkur skjávarpi hefur slegið í gegn á hjúkrunarheimili á Blönduósi. Þar nýjasta tækni nýtt til hins ítrasta við dagleg störf. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og Kastljósi og svo hefst skólarhristi klukkan 20:05. En nýjustu fréttir má eins og venjulega alltaf finna inn á ruv.is og svo má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. En næstu fréttatímar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl að sinni. Á RÚV